Sigmundur, nú hávær krafa upp og þú segir að þér eftir tíðindi gærdagsins. Hefurðu íhugað það? Tíðindi gærdagsins voru svo sem ekki ný. Þetta mál búið að vera til umræðu núna 2-3 vikna skeið. Aðalatriðið með þennan þátt sem að verður að vísa í gær að ég var búinn að gera grein fyrir öllum þeim atriðum sem að þar komu fram og reyndar máttu þeir sem að sáum þann þátt nú gera sér grein fyrir því en látum það liggja milli hluta. Það eins og alveg ljóst að ég stóð mig ömurlega í sjónvarpsviðtali sem var sýnt þessum þætti. Enda kom algjörlega flatt upp á mig hvað mennirnir voru að fara þegar þeir byrjuðu að spyrja mig allt annað en þeir höfðu boðað. Ég hafði verið boðaður þarna í viðtalum þróun fasteignamarkaðarins í Svíþjóð í samanburði við Ísland og þróun efnahagsmála á Íslandi. Hefðir þú ekki sem forsætisráðherra átt að vera viðbúin öllum spurningum og þá tilbúin að svara þeim og ekki labba út? Það alveg rétt. Forsætisráðherra hlýtur alltaf að eiga að vera búin undir að svara hverju sem en það kom á mig vegna þess að ég einfaldlega vissi ekki hvað þeir voru að fara. Byrjuðu að tala skattaskjól og slíkt og svo farið að gefa í skyn að ég hafi verið í slíku og mjög mikilvægt þetta hafi í huga að þetta félag konu minnar hefur aldrei verið í skattaskjóli og raunar ekki aflandsfélag heldur í þeim skilningi að það hefur alltaf verið skattað hér á Íslandi. Þannig að þetta brá mér við þetta og ég held að sé alveg til þess að ég bara biðjist afsökunar á frammistöðu minni í þessu viðtali því að þrátt fyrir að ég hafi upplifað mig blekktan og verið svektur yfir því þá samt á maður ekki að láta það slá sig út af laginu. En ekki fleira í þessu máli sem þú ættir að biðjast afsökunar á? Já, í þessu máli öllu auðvitað hef ég reynt að gera grein fyrir staðreyndunum öllum. Auðvitað hefði ég viljað að konan mín hefði ekki átt svona erlend félag, ekki hefur hún hagnast á því, svo sannarlega. Það kom líka fram að þú hefði verið skráður fyrir þessu félagi tíma. Já, bankinn skráði okkur bæði fyrir félaginu en ég veit reyndar ekki hvort að það kom nógu skýrt fram þó ég sé búinn að gera grein fyrir því að eignirnar voru alltaf konu minnar og þetta var svo leiðrétt þegar að skipta var umsýslufélag þá fylltum við út eyðublað og skilum því inn og þeir reka augun í það að á þessu eyðublaði komi bara fram að það sé einn eigandi, Anna Pálsdóttir og spyrja í framhaldinu á þetta að vera svona og það var staðfest. Hvað með þessa dagsetningu sem var þarna 31. desember 2009 áður en þessar CFC-reglur tóku gildi, var það bara tilviljun? Já, í rauninni þá man ég ekki einu sinni hvort ég er búinn að gera grein fyrir því en það er ágætt að það komi fram í þessu samhengi fyrst að menn eru svona farnir að gefa sér hluti út frá dagsetningum að konan mín byrjaði að skila sundurliðun yfir eignirnar áður en að lögin í rauninni gerði það skylt. Ári áður var hún byrjuð á því. Þannig að þetta hafði ekkert með það að gera. Hvað varðar hins vegar það almennt að einhver tengdur stjórnmálamanni eigi svona félag skráð í útlöndum, auðvitað lítur það ekkert vel út en engu að síður verður að muna að þetta er eitthvað sem að var nánast almennt stundað fyrir fólk sem átti peninga. Ég hafði ekki vita á þessu á sínum tíma, hún hafði ekki vita á því hvernig svona hlutir gengi fyrir sig en aðalatriðið alltaf samt að þetta var aldrei í skattaskjóli en voru alltaf gefið þetta allt upp og greitt á því skatta til íslensks samfélags. Nú er þetta fyrsta frétta í erlendum fjölmiðlum í gær, þetta mál hefur skaðað Ísland. Hefurðu einhver tíman eftir þetta mál kom upp íhugað að segja þér? Nei, ríkisstjórnin er búin að ná mjög miklum árangri alveg gríðarlega mikilvægum málum og hún er að vinna áfram að mjög stórum og mikilvægum málum og það skiptir öllu máli að hún ná að klára það því að með því er hagsmunum þjóðarinnar best borgið. Framfarirnir á undanförnum árum hafa verið óvenju stórstigar og miklar og við erum á góðri leið með að bæta þar enn í, svoleiðis að það er mjög mikilvægt að ríkisstjórnin nái að klára sitt verk og svo verði það sjálfsögðu eins og aðrir stjórnmálamenn dæmdir í kosningum af verkum mínum og öðru sem að menn vilja leggja þar til grundvallar. Nú vill stjórnarandstaðan að jafnvel viðskiptin verði rannsökuð en á meðan kannski ef málið verður rannsakað kemur þá ekki greina til að vernda embættið að þú hreinlega víkir þá allavega tíma. Það er endalaust hægt að leika þann leik að kalla eftir rannsóknum til þess að ýta mönnum til hliðar.
það ekki þannig sem okkar réttarríki virkar. Það ekki þannig að menn séu settir í það stöðu að þurfa að sanna sakleysi sitt. Konan mín hins vegar hefur strax stigið býsna stórt skref með því að afhenda formlega staðfestingu á því að hún hafi alltaf greitt alla sína skatta. Reyndar ætti það kannski ekki að koma á óvart því að hún búin að vera á listum yfir skattgreiðendur alveg frá því að hún eignaðist þessa peninga. Það lá fyrir hvað hún fékk í sinn hlut. Það lá fyrir að hún hefur greitt af því skatta ár eftir ár eftir ár. Hefur komið reglulega fram í fjölmiðlum. Svoleiðis að það að einfaldlega saka menn eitthvað til þess að neyða þá til þess að stíga til hliðar er ekki held í samræmi með það hvernig við viljum hafa hlutum í okkar samfélagi. Já, bara já eða nei. Hefurðu íhugað að hætta eða ætlar að hætta? Ég hef hvorki íhugað það að hætta út frá þessu máli, en ég ætla að hætta út frá þessu máli vegna þess að nú skiptir öllu máli að ríkisstjórnin nái að klára þau góðu verk sem hún að vinna og í þessu máli hefur það fyrst og fremst komið í ljós að konan mín hefur greitt alla sína skatta, ekki nýtt nein tækifæri til annars og hún hefur verið reiðubúin jafnvel að fórna að sínum hagsmunum fyrir samfélagið og mun örugglega vera tilbúin til þess áfram. Þetta mál mun samt líklega skaða embætti, það ekki? Þetta tengist einum stærsta gagnarleika sögunar. Þetta alveg rétt sem hún segir að þetta er mjög stór gagnarleiki og mörg hundruð fyrirtæki bara á Íslandi. Ég veit ekki hversu mörg þúsund í heiminum öllum. Þannig að eflaust mun þetta valda mikil umræðu margt fólk og margar stofnanir og mörg lönd á næstu árum. En í því sambandi er mikilvægt að vita, eins og ég nú mjög fegin að sjá að svona virtari erlendir fjölmiðlar taka sérstaklega fram, að ekkert bendi til þess að hér hafi verið staðið ólöglega verki, þó að svona fyrirtæki, stofnun svona fyrirtækja tíðkist nú ekki sem betur fer í sama mæli og var gert hér á Íslandi á sínum tíma. Margir sem hörðu hann þátt hugsuðu þegar þið hjónin eða konan taki þátt í að stofna fyrirtæki úti, treystið þér raunverulega króninu sem þú hefur verið mikill talsmaður? Já, þegar við vorum úti þá gerðum nú ráð fyrir að búa í útlöndum áfram. Þannig að við fyrir vikið gerðum ráð fyrir að það væri eðlilegt að eignir hennar væri þá í þeim gjaldmiðli eða gjaldmiðli sem að væri notaðar það sem hún ætti heimili. Sástu sjálfur Kastljósþáttinn í gær? Ég finnst aldrei gaman að horfa á sjálfan mig í viðtölum. Það hafa verið gerðir tveir þættir af sjálfstæði fólki um mig og ég hef hort á hvorugan. Þannig að ég svona fylgdist með þessum þætti með öðru auganu ef svo má segja og fannst auðvitað svolítið sérkennilegt að sjá að menn skildu ekki vitna í það sem þó búið að koma fram varðandi útskýringar. Hvernig leiðir þegar þú horfir á þetta? Man líður alltaf illa að sjá sjálfan sig. Mér líður alltaf illa að sjá mig í viðtölum, sama hvort það eru góð mál eða önnur. En hverjum líður ekki illa að sjá sjálfan sig í þessari aðstöðu eins og ég var vitandi. Nú verðurðu tvísaga, þú segir raunverulega ósatt í þessu viðtali þegar þú ert fyrst spurður. Af hverju? Nei, það er nú ekki rétt. Það var komið inn í þessar spurningar út frá umræðu skattaskjól og skattsvik. Og eins og ég nefndi áðan, þá hefur þetta fyrirtæki aldrei verið í skattaskjóli. Þegar þeir hins vegar útskýra hvað þeir eru að meina, þá tek ég strax fram og ítreka það sem auðvitað aðalatriði málsins, að þessu fyrirtæki hefur aldrei verið leynt. Það hafa alltaf verið greiddar allir skattar og skyldur að því. En skilurðu reiðina? Margir eru hreinlega alveg slegnir eftir þáttinn. Það eru yfir 10.000 manns búnir að boða komu sína á morgun á eftir á Austurvöll klukkan 5. Skilurðu fólkið sem er reitt? Já, ég skil mjög vel svona í ljósi þess hvernig umræðan hefur verið að menn séu sumir hverjir reiðir, en margir held ég að séu fyrst og fremst að velta því fyrir sér hvað snúi upp eða niður í málinu. Og þess vegna er mikilvægt að það komist til skila, að staðreyndir málsins komist til skila og því sýni ég mjög mikinn skilning og ég sýni því líka mikinn skilning að menn ætlist til þess að forsætisráðherra að hann geti svarað spurningum skýrt. Ef það verður fjölmennt á Austurvelli á eftir og hávær krafum og þú farir frá, myndir hlusta fólkið þegar það verður fjölmennt? Já, það mætir nú ekki allt fólkið á Austurvöll. Það hafa alloft áður verið mótmæli gegn ríkisstjórninni af ýmsu tilefni.
Svoleiðis að það ekki nýtt að menn finni sér tilefni til þess að mótmæla þessari ríkisstjórn. Ég mun einfaldlega hlusta á afstöðu fólksins í næstu kosningum. Til þess þær ætlaðar að gera upp hvernig menn hafi staðið sig við stjórn landsins og vilji menn taka aðra hluti með í reikninginn eins og þessi mál, þá að sjálfsögðu gera þær það, en ég tilbúin að skýra þetta áfram fyrir þeim sem að vilja hlusta á upplýsingar. Þannig að þú sér fyrir að setja þetta mál að þér og setja fram á næstu kosningum. Já, og láta kjósendur dæma verk ríkisstjórnarinnar og eins og segi aðra hluti að þeir vilja líka.